Ertu ekki sammála með samt og það misti svolítið hausinn þegar að þú settir fram einhverja tillögu í borgarstjórn, það? Já, og ég get alveg sagt þér af hverju ég gerði það. Okay. Að því ég var að senda Miðflokknum skilaboð. Hver eru þau bara skilaboð? Með mjög opinberum hætti og bara þeir með að hlusta sem vilja hlusta. Að því að þeir geta talað transfólk eins og þeir vilja í sínum bergmálshellum, en ég var bara að senda þeim pólitísk skilaboð. Ef að þeir ætla að koma hérna í borgina og verða viðræðu hæfir borgarmálin, þá eins gott að þeir sýni fólki virðingu, sýni því skilning, að beri séu umburðarlyndir gagnvart þeim hópum sem að borgin að þjóna og hlúað og þessi hópur, sérstaklega ungmenni, sem að við erum að reka félagsmiðstöð fyrir og við erum með inn í okkar skólakerfi. Transbörn, þetta viðkvæmur hópur, hann útsettur fyrir ofbeldi og einangrun og ekki í valdastöðu í umræðinni eins og kannski einhverju þeir sem eru í þessari baráttu fullorðið fólk og ég hef hitt þessa krakka og ég var bara að senda Miðflokknum skilaboð. Ef að þið ætla að koma hérna og tala borgarmál, þá skulið þið vita það að eitt af stóru verkefnunum okkar hérna í borginni að tryggja það að börnum og ungmennum að þeim sé sýnd virðing, að þeim líði vel og þau séu viðurkennd af okkur sem stjórnvaldi og ég vona að þeir hlusti og komi bara með einhverja skynsama góða frambjóðendur í næstu kosningum sem eru tilbúin að standa með því að þessi krakkar eru til og þau eiga rétt á því að það sé komið fram við þau að virðingu í orði og á borði og þessu örugum það að það sé til dæmis standi ekki til að fara einhvern veginn skerða þeirra réttindi eða tala niður til þeirra. Það er bara það. Og nú ætla ég ekkert að fara eða tími í það að ræða það hvað endilega nákvæmlega hvað kyninu mörg eða eitthvað skilur við getum alveg talað hvað eru margir mörg litbrigði í íslenska hestinum þetta er umræða sem skiptir engu máli. Fólk á bara rétt á því og ef þú ert borgarfulltrúi, þú ekki gleyma því þú ferð borginu, þú ferði hinsegin félagsmiðstöðina, hittir þessa krakka og þú nýbúin að segja, heyrðu, þú ert ekki til hefur þú sjálfstörst til þess að gera það? Ég persónulega? Nei, ég meina, ég spyr við höfum að taka okkur alvarlega ef við ætlum að vera í þessari nærþjónustu sem sveitarstjórnarmálin eru og við berum ábyrgð á því hvernig við tölum og við eigum bara númer 1, 2 og 3 að tala til fólks af virðingu og ég, mér fannst það skipta máli að stíga aðeins inn í þetta mál alla jafna hefði ég ekkert gert það að því að mér finnst þetta, ég nenni ekki að láta Snorra Másson eins ágætur og hann stjórna bara einhvern veginn allir umræðu þetta er bara bjánaskapur. Tölum eitthvað sem raunverulega skiptir máli í þessu þjóðfélagi. Þetta er bara eitthvað 0,1% af þjóðinni sem þarna við erum að tala niður til þessa hóps. Hvað vittleysi þetta? Skiptir þetta einhverju máli? Mér finnst þetta bara lágu plani. Já, ég heyri það. Fyrst getur ég talaði við Davíð Eggertsson, þá áður en við byrjum að taka upp. Þá sagði ég við hann að ég er ekki sammála með allt í stjórnmálum, en ég bara mjög mikla virðingu fyrir því hvernig hann tókst á við það þegar það var skotið á bílinn hans á svona tíma. Og það sem að ég tel og ástæðan fyrir ég segja að hafa mist hausinn er ekki endilega út af því að þú getur ekki komið með áleiðis þínu sjónarmiðum, heldur lík bara aðalega það að þegar að Snorri Másson segir að hann telji að það séu til 2 kyn, að þá þarf lögreglan að vakta heimilið hans. Þannig að það sem ég er að segja er að ég tel að mjög margir hafi mist hausinn gagnvart afstöðu sem ég tel að mjög margir halda fram. Og það er það sem ég til að hafa við svolítið eins og samfélagum mist hausinn. Það sem að við erum, það er allir við erum með liggjandi mann og við erum ég Einar Þorsteinsson í borgarstjórn, ég ætla líka að fá að berja, sjáu hvað ég er góð manneskja. Það var svona þannig sem ég horfði á þetta. Já, bara alls ekki þannig. Ég meina, lögreglan hefur líka vaktað mitt heimili, Stjórnmálamenn lenda bara iðulega í því og við erum ekkert að segja frá því og væli við því. Sorry, ég bara vorkenni honum og hans fjölskyldu. Sannarlega, það er mjög óhugulegt þegar þú færið hótanir, en ekki nota það til pólitíks framdráttar. Þegar þú stígur inn á völlinn og ferði í svona einhverja umræðu sem allir vita að verður umdeilt, að það sé eitthvað birtingamynd það þú megir ekki tala málin af því að það komi einhver hótanir og lögreglan, ég meina, þetta er bara gerst oftar en einu sinni hjá mér, Þú bara segir grow a pair. Daldið, í alvöru. En ég ætla ekki að gera lítið úr þessu.
Ég meina, það mjög alvarlegt hvað stjórnmálafólki oft hótað. Ég meina, við bara, það bara öryggisráðstafanir í kringum marga stjórnmálamenn sem að fólk veit ekkert af. Og það ekki enginn að tala um það og einhvern veginn opinberum vettvangi. Við alla jafna erum lánsöm að búa í þjóðfélagi þar sem að ofbeldi gagnvart stjórnmálafólki ekki algengt, en hótanir eru ofbeldi og ég fann bara mjög til með honum og hans fjölskyldu aðalega, af því að oftast hafa svona hótanir meiri áhrif á fjölskylduna heldur en stjórnmálamannin sjálfan, en að það sé birtingamynd um það að málfrelsi hans sé eitthvað skert, ég ekkert viss um það, ég hef ekki heyrt hann draga af sér síðan.